Bartholomew Roberts fæddist 17. maí 1682. Hann dó 10. febrúar 1722. Daginn 10. febrúar 1722 var Róbert í felum inni í firði í Afríku að nafni Cape Lopez Floa. Þegar þau sjá skip koma inn í fjörðinn og sigla aftur út. Róberts var á einum af 3 sjóræningjaskipum sem var þarna í felum og fór eitt skip á stað og eftir skipinu sem sigldi inn, haldandi það að þeir væru að elta flutningaskip sem þeir ætluðu að ræna. Skipið var í raun herskip sem tók niður sjóræningjaskip og sigldi það aðeins út fyrir fjörðinn þangað til þeir voru komnir nógu langt til að hin sjóræningjaskipin sem voru í felum myndu ekki heyra þegar þeir réðust á skipið sem elti herskipið. Náðu fastbyssuskóklurnar! Skjótið! 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 Drepa! Skjótið að vil! Herskipið vann og sigldi þeir þá inn í fjörðinn til þess að reyna að taka niður hin 2 sjóræningjaskipin. Róbert sá til herskipsins þegar það sigldi inn í fjörðinn og fór þá í sparigallann sinn sem hann barðist alltaf í. Eldrauður galli og hattur með rauða fjör. Róbert fyrir sparigallann. Berjist! Ég þarf að klæða mig sparigallann! Klæða sig! Berjist! Þegar Róbert var búinn að klæða sig í sparigallann og fór út, sá hann að stýrimaður hans hefði gert mistök og snúið sjóræningjaskipinu þannig að herskipið gat skotið af vild. Oakley, kapteinn herskipsins, skaut fallbyssukúlum sem dreifðust út allt á sjóræningjaskip Róberts. Róbert fékk fallbyssukúlu í hálsinn og þar með dó hann.